frá árabátaöld til okkar daga. Þessi fjórði hluti heitir Ár í útgerð. Erlendur Sveinsson sá handritsgerðina og stjórnun, en Sigurður Sverrir Pálsson annaðist kvikmyndatöku. Lifandi myndir HF framleitu verstöðuna Ísland. Þessi útsending stýrt af Ólís. Hvernig fóruð þið í nótt, Siggi? Við fórum 2-leytið. Já, hvað eru þið búin að draga margar? Við erum bara nú nýbyrjaðir að draga. Við erum bara fyrst í trossunni. Það er svona sæmilegt útlim í hann. Hvernig gengur þetta með netið, með nóga netum það ekki? Og það er langt best í þessu gulu net. Það verður að vera búið, já. Það er langt mest í þessu, það er alveg að sko. En held ég geti ekki útvegað mér í kvöld, leist út þá, eitthvað meira af þessum gulu. Það var alveg eitthvað lítið af þeim. Og við tölum bara saman, ég er að fara niður á Vík núna og sjá svona hvað hinnir er að gera og ég tala svo bara við í kvöld þegar þið komið. Allt í lagi þá, þess að Markaðurinn var lélegur í morgun. Það var rétt 50 kallinn í Bremerhaven. Það siður margra útgerðarmanna að byrja vinnudaginn á því að koma við á hafnarviktinni til að afla frétta. Hér fer aflinn í gegn og hingað berast fréttir, bæði utan af sjó og úr plássinu. Segja má að vigtin sé eins konar fréttastofa sjávarplássana. Það er Pólland sem er framundan. Bátaútgerðarmaðurinn hittir hér togaraútgerðarmannum sem á von á einum af togurum sínum inn til landuna. Því sem til verksins þarf vestanfjalls frá og allt sé klárt til að fara með það. Það er togarinn Breki sem hér er að koma úr 8 daga veiðiferð með fullfermi. Breki er ísfisktogari af millistærð, eitt mesta aflaskip landsins. Breki þótti á sínum tíma vera eitt glæsilegasta fiskiskip flotans en hefur nú látið á sjá, enda er fyrirhugað að gera á honum umfangsmiklar breytingar í Póllandi síðar á árinu. Það er því mikilvægt fyrir útgerðina að reyna að halda togaranum gangandi án meiri háttar viðhalds fram að þeim tíma. Að venju er útgerðarmaðurinn kominn niður á bryggju til að taka á móti togaranum. Togarinn stoppar stutt í landi aðeins 30 tíma, svo útgerðarmaðurinn verður að láta hendur standa fyrir verðum. Fyrst liggur fyrir að fá nánari upplýsingar túrinn og þær viðgerðir sem þarf að framkvæma. Síðan þarf að skipuleggja viðhaldsvinnuna og raða verkefnum í forgangsröð í samráði við skipstjóra og vélstjóra. Það er allt ágætt. Það er hlutverk útgerðarmannsins að sjá til þess að þegar skipin koma að landi sé allt til staðar sem þau þurfa í næsta túr. Útgerðarmaður bátsins fékk í morgun beiðni að útvega fleiri gul net fyrir kvöldið. Á netaverkstæðinu kemur í ljós að annar bátur hjá útgerðinni hefur tryggt sér síðustu netin í þessum lit. Það verður eitt af fjölmörgum verkefnum á skrifstofu útgerðarinnar þennan dag að reyna að uppfylla óskir skipstjórans og finna einhver staðar gul net. Já, við listum út síðasta partið í síðustu viku. Já, því nú er þeir aðalega fiska í gulnetin og er að mókfiska vilja endilega hreint fá. Sigurður Einarsson útgerðarmaður gerir út 8 báta. 3 er á loðnu, 3 á trolli og 2 á netum.
Það er þess vegna í mörg horn að líta hvað varðar úthaldið og fylgst af áhuga með því hvernig bátunum gengur á hverjum degi. Það er vertíðarbáturinn Suðurey sem er að rótfiska í gulunetin. Skipstjóri er Sigurður Georgsson, þekktur aflamaður sem oft hefur orðið aflahæstur á undanförnum netavertíðum. Suðurey er 170 tonna bátur. Eins og flestir aðrir vertíðarbátar er hann yfirbyggður, þannig að áhöfnin hefur skjól fyrir veðri og vindum á aðgerðardekkinu. 10 manna áhöfn er á bátnum og skiptir miklu að vera með duglegan mannskap á netum. Það er 10 til 12 tíma törn hjá strákunum á hverjum degi að draga og leggja netin. Á meðan netin eru dregin stjórnar skipstjórinn skipinu með tilliti til lúgumannsins en lúgumaðurinn stjórnar sjálfum netadrættinu. Á þessari vertíð er Suðurey með 10 netatrossur í sjó, alls 8 kílómetra af netum sem eru dregin og lögð á hverjum degi. Á skrifstofu togarútgerðarinnar er í mörgu að snúast því auk breka eru hér gerðir út 2 aðrir togarar. Að baki þessari útgerð standa 3 fiskvinnslufyrirtæki í plássinu og með útgerð togarana tryggja þau sér hráefni til vinnslunnar. Georg, þetta hefur komið tengt og... Framkvæmdastjóri útgerðarinnar er Hjörtur Hermannsson. Það er 8. og verður að sjá til þess að þetta komið með Herjólf í dag alveg absolutt. Skipið fyrir út hátti á morgun og þá verður það að vera búin að tengja þetta við. Viðhald og endurbætur eru óþrjótandi verkefni og sjaldnast er hægt að tæma verkefnalistan í þessum stuttu stoppum. Einn af vélstjórum skipsins hefur umsjón með allri viðhaldsvinnu borð. Vélar togarans ganga viðstöðulaust meðan á veiðiferð stendur og því verður að nýta stoppið í landi sem best. Í venjulegri veiðiferð fer togarinn með 40 til 60.000 lítra af olíu. Það samsvarar 4 til 6 svona tankbílum. Á netaverkstæði útgerðarinnar er gengið frá stykkjunu trollið sem bætt er í það út á sjó ef það rifnar eða skemmist. Eftir að trollið er einu sinni komið borð er það yfirleitt ekki tekið í land til viðgerða. Suðurey hefur sótt stíft á vetravertíðinni þessum afer og í dag nær áhöfnin því marki að hafa fiskað 900 tonn frá byrjun vertíðar. Í tilefni dagsins efnir kokkurinn til rjómakökuveislu sem mælist vel fyrir hjá strákunum og að þau þurfi nú síður en svo að kvarta yfir meðlætinu hverjumdags. Það er komið að því að leggja síðustu trossu dagsins. Yfirleitt liggja netin aðeins í 1 sólarhring þar til þau eru dregin aftur. Að vetrinum geta slæm veður þó hindrað róðra dögum saman og liggi fiskur í netunum lengur en 2 sólarhringa er hann orðinn lélegt hráefni á vinnslu. Já, Þorri. Þið verðum við landi klukkan 6:30 og vantar 2 bíla. Allt ekki nátt. Já, þess að... Framundan er 3 tíma stím og stutt stopp í landi. Þar sem áhöfnin sér einnig löndun og undirbúning fyrir næstu veiðiferð er tíminn notaður vel. Kokkurinn hefur fyrrum daginn sent í land kostlista. Matvöruverslunin sér að hafa kostinn tilbúinn þegar Suðurey kemur upp á. Það bil 20 nýnet eru tekin borð daglega. Margir bátaútgerðarmenn hafa það fyrir sið að taka á móti bátum sínum á hverju kvöldi. Sigurður Einarsson er einn þeirra og hann lætur einskis ófreistað til að geta verið á bryggjunni þegar bátar hans leggja stað. Þessi siður vitnar ekki aðeins mikinn áhuga,
Hann sýnir jafnframt samstöðu og siðferðilegan stuðning við áhöfnina. Veiðarnar eru sameiginlegt hagsmunamál og þetta er sameiginlegu slagur við að ná sem bestum árangri. Útgerðarstjórinn Garðar Ásbjörnsson mætir einnig reglulega þegar bátarnir koma að, en hann stjórnar meðal annars allri viðhaldsvinnu í landi. Þar sem frést hefur af 900 tonna áfanganum og tilherrandi tertuveislu er venjufremur fjölmennt í messanum hjá kokknum þetta kvöld. Þetta eru fína sneiðar, þetta eru myndarlegar sneiðar. Það vantar ekki í það. Garðar fær góða sneið hérna því hann er svona sérinn þetta. Já, ég veit. Það er breiðafærðarbáta þarna uppi. Þetta er aðalfiskir ég bara hérna. Svona samkomur eru þó algengar án sérstaks tilefnis og bera keim af morgunspjallinu á vigtinni. Það var hjálpið spengast við það í dag að það er alltaf að færi verkefnarna og vaffermennir líka á Suðurnesju og þá myndi ég lokast inn í landinu, það myndi nú alveg vera til að kóróna þetta. Lokast úti? Nei, lokast inn í landinu. Það er saman að þau lokist úti, sko, ég er ekki þeim að gera þetta bræðmaður. Þeir fiskallir og þeir róallir, maður hefur ekki það á að gera tíma. Það er sem er ekkert sami þegar ég er í samningunum. Þó að útgerðarmaðurinn gerir lítið úr sínum hlut er ljóst að það stefnir í metafla hjá Suðurey á þessari vertíð. Sá árangur næst þó ekki nema með þrotlausri vinnu bæði á sjó og landi. Já, út klukkan 2. Það er þú að borð. Já, ég var að borð. Valur, það eru út klukkan 2. Nú er aðeins 5 tímar þar til lagt verður af stað í næsta róðu. Í svona stuttum stoppum velja margir úr áhafninni þann kost að sofa borð í bátnum, eins og fiskistýrimaður sem hér er að ljúka 16 tíma vinnutörn. Einn dagur á vetravertíð er að kvöldi kominn. Framundan er annar 16 tíma vinnudagur sem byrjar eftir fáeina tíma með siglingu á miðin. Sjávarpláss landsins eru undirstöður velferðar þjóðfélags Íslendinga. Þar verða til 75% af tekjum þjóðarinnar af vöruútflutningi. Samt vinna aðeins 12% starfandi manna á Íslandi við þessa verðmætasköpun á sjó og landi. Sjávarplássin eru dreifð eftir strandlengjunni hringinn í kringum landið þar sem þau hafa vaxið upp af verstöðvum fyrri alda. Í rauninni er Ísland ein allsherjar verstöð og mun svo verða á meðan þjóðin byggir afkomu sína á auðlindum hafsins. Íslenskir útgerðarhættir hafa frá öndverðu mótast af ólíkum árstíðum og stórhátíðum kirkjuársins. Á páskum og jólum er fiskveiðiflotinn í höfn og sjómenn geta átt stund með fjölskyldum sínum eins og Sigurður skipstjóri á Suðurey sem hér er að láta ferma dóttur sína á páskadag. En stórhátíðir kirkjuársins hafa víðtækari áhrif. Engum er það betur ljóst en útgerðarmanninum sem nýtur góðs að því í rekstri sínum að kaþólska kirkjan skuli mæla svo fyrir að á páska- og jólaföstunni skuli neytt fisks í stað kjöts. Þessi föstu siður kaþólsku kirkjunar hefur mótandi áhrif á fiskneyslu í helstu markaðslöndum Íslendinga og ýtir undir það að íslenskur fiskur nær munni þessa fólks. Fiskneysla hefur að undanförnum farið almennt vaxandi í heiminum af hollustu ástæðum. Þessi þörf neytenda í markaðslöndunum fyrir fisk er jafn mikilvæg fyrir tilverugrundvöll okkar Íslendinga og fiskurinn í sjónum. En margt hefur áhrif á fiskneysluna. Verð á öðrum matvörum hefur mikið að segja, einnig tíska í mataræði og jafnvel veðurfar. Þó að Íslendingar hafi reynt að renna traustum stoðum undir sjávarútvegsinn, þá hafa óstöðuleiki og sveiflur verið eitt helsta einkenni þessar atvinnugreinar. Ástæðurnar hafa verið margar og fæstar á valdi Íslendinga sjálfra. Þessar sveiflur móta allt efnahagslíf þjóðarinnar.
Klukkan 2 að nóttu þegar Suðurey lætur úr höfn. Það 4 tíma stím á miðin og áætlað að draga fyrstu trossu klukkan 6. Borð í togaranum Breka verið að veiðum allan sólarhringinn. Hér vinna menn á vöktum 6 tíma í senn. Yfirleitt togað í 2 til 3 tíma í einu og á mælum í brúnni fylgst með því hvað kemur að fiski í trollið. Á Breka 15 manna áhöfn sem algengt á ísfisktogurum. 5 menn á hvorri vakt taka trollið og gera að aflanum. Fiskurinn síðan þveginn og ísaður í kassa í lestinni. Þegar mikið veiðist vinna menn lengur og vaktafyrirkomulagi riðlast. Það ein slík aflarúta sem Breki hefur nú lent í og trollið tekið inn eftir stutt tog. Fyrsti stýrimaður sem að koma á vaktina ákveður að fara beint í aðgerð þar sem ljóst að ekki hefst undan að gera að aflanum. Úr andliti nýliðans má lesa dálítið stolt. Hann að minnstakosti ekki fiskifæða. Þegar fiskmóttakan í skipinu orðin full ekki annað að ræða en að losa það sem eftir í trollinu á dekkið. Við þessar aðstæður ekki hægt að setja trollið út aftur, svo nú ekkert annað framundan en að standa í aðgerð upp fyrir haus. Suðurey nú að koma að fyrstu baugju. Suðurey hefur haldið sig á sömu miðum alla þessa vertíð í kantinum út af Portlandinu. Þetta svæði kallað holurnar hans Sigga og enginn þekkir það betur en hann. Í einni netatrossu 15 net. Mikið slit á netunum og endast þau yfirleitt ekki nema í 8 til 10 lagnir. Oft getur verið erfitt að draga netin ef straumur mikill eða botninn grýttur og í einstaka tilfellum slitna trossurnar í sundur. Leið og fiskurinn hefur verið tengdur úr netunum greitt úr þeim og þau gerð klár fyrir næstu lögn. Já, þetta Breki. Já, blessaði Sævar. Á vetrarvertíðinni þegar bátar og togarar að veiðum á sömu fiskislóð reyna skipstjórarnir að samræma aðgerðir sín á milli til að forðast að lenda í veiðarfærum hvers annars. Það einmitt það. Það þá frítt að kasta bara fyrir austan þetta.
Sævar Brynjólfsson einn fengsælasti togaraskipstjóri landsins. Hann hefur verið skipstjóri í 30 ár og verið með breka í rúman áratug. Sævar nú að kanna nýja bleiðu sem hann bindur nokkrar vonir við. Hann að toga á Kötlugrunni og trollið þræðir nú mjóa rennu á botninum milli tveggja kóralrifja. Það algengt að skipstjórarnir eigi sína sérstöku bletti sem þeir einir þekkja og geta dregið trollið yfir án þess að rífa það. Þetta getur hins vegar kostað einhverjar fórnir í fyrstu með að verið að kortleggja allar hindranir. Á sama tíma og verið að toga þarf að fylgjast með skipunum í kring því yfirleitt eru margir að toga á sama svæði. Það jafnvel til í dæminu að togarar togi yfir trollið hver hjá öðrum. En nú það festa eins og kallað er. Trollið fast í botninu. Til að losa það híft af fullum krafti og við það dregst togarinn aftur á bak. Ef festan mjög slæm getur trollið rifnað illa eða jafnvel slitnað aftan úr. Í þessu tilfelli var festan lítilfjörleg og trollið kemur tiltölulega heilt upp. Fengist hefur verðmætt vitneskja án mikils tilkostnaðar. Þessi festa verður færð inn í staðsetningartölvu skipsins svo toga megi framhjá henni hindrunarlaust í framtíðinni. Já, góðan dag, Hjörtur. Nei, það svona smá jöfn bara. Ekki trist fyrir. Það var að gefast upp þetta hjá okkur önnur stýristæðum. Það var að slappa. Flest vandamál í útgerð eru þess eðlis að þau krefjast ákvörðunar strax. Að geyma þarna ég og vélstjórarnir og ég sé bara að þessi hlutir verði klárir til að taka á með út. Hjörtur var sjálfur til sjós áður en hann hóf störf við útgerðina og sú reynsla kemur sér vel. Annars nokkuð að frétta það. Í útgerð fer mikil tími í fjármálin og sífellt þarf að taka ákvarðanir sem skipta miklu máli fyrir afkomuna. Nei, það nú kannski líka ekki faktist ábyrgð þólu, það nú meira kannski að borga fyrir okkur. Já. Margvíslegar ytri aðstæður hafa áhrif á ákvarðanir útgerðarmannsins úthald skipana og til dæmis getur olíuverð ráðið úrslitum það hvort bátur gerður út á net eða troll. Af aflaverðmæti fiskiskips koma 60% í hlut útgerðarinnar en afgangurinn hlutur skipshafnarinnar og launakostnaðurinn stærsti útgjaldaliðurinn í rekstrinum. Það starf útgerðarmannsins að ráðstafa aflanum en hann þarf að taka tillit til sjónarmiða áhafnarinnar. Þetta launakerfi hefur hvetjandi áhrif á alla borð og þegar mikið eyðist hjálpar kokkurinn til í aðgerðinni. En þó að áhugi og góð samskipti við útgerðina hafi allt að segja gang veiðanna, gegnir skipstjórinn lykilhlutverki. Það víst allt í lagi, hann selst á þessu fína veðri í Reykjavík. Ég átti að vitna í 13 fyrir þessu. Góður aflaskipstjóri leggur meira upp úr verðmæti en magni og því ráðstöfun aflans mikið til umræðu. Það var eitthvað sent, Reykjavíkur, Grímulhafinn eða Grímsby. Það svona, við erum ekki alveg búin að ákveða það. Við netadráttinn hefur Sigurður skipstjóri þann hátt á að hann telur fiskana sem koma úr hverri trossu með aðstoð reiknitölu. 25 til Reykjavík. Þannig heldur hann sitt eigið bókhald yfir veiðarnar ár frá ári. Úr netunum fæst mjög jafn afli sem að mestu 5-7 kílóa þorskur. Það hefur tekið langan tíma að finna þá staði sem gefa besta fiskinn.
Oft eru þessir staðir erfiðir viðfangs eins og landgrunnskanturinn út af Vík í Mýrdal þar sem netin eru lögð í miklum halla. Sigurður verður því að leggja netin af vísindalegri nákvæmni eins og hann orðar það sjálfur. Þegar þessi net eru lögð eru mikil umbrot í íslenskum sjávarútvegi. Þróun í sambandi við veiðiheimildir, frjálst fiskverð og ráðstöfun afla hefur verið að eiga sér stað. Tekist á gullið í sjónum og því fylgja hagsmunaátök. Þeir sem koma til starfa í sjávarútvegi í dag standa frammi fyrir gjörbreyttum aðstæðum á öllum sviðum frá því sem áður var þegar sóknin var óheft. Flestir stýrimenn láta sig dreyma og meðan þeir eru ungir að verða skipstjórar og eignast hlut í bát. En nú það stefna í sjávarútvegi að minnka fiskiskipastólinn og því ekki heimilt að flytja inn eða láta smíða skip nema úrelda annað. Við kaup á gömlu skipi þarf hins vegar að vera tryggt að það hafi veiðiheimildir en þær eru nú framseljanlegar. Þó að þetta fyrirkomulag hafi takmarkanir í för með sér hefur það leitt til meiri stöðuleika í atvinnugreininni en áður. Á sama tíma takmarkaður afli einnig farin að setja mark sitt á þróunina í landi. Í verstöðvunum hefur verið byggð upp fullkomin fiskvinnsla þar sem sjávaraflinn ýmist frystur, saltaður, hertur eða bræddur. En þegar aflið dregst saman og fiskverð orðið frjálst, hafa átök að fá fisk til vinnslu í þessum stöðvum farið vaxandi. Aðal keppinautar fiskvinnslustöðvanna eru samt erlendir fiskkaupendur, en þeir bjóða hátt verð fyrir íslenskan fisk sem fluttur út reglulega í gámum eða með skipum sem sigla með aflann. Með tilkomu gámaútflutnings hefur skapast hraðvirk leið til að koma ísvörðum fiski á markaði erlendis sem mikil lyftistöng fyrir útgerðina. Talsverð átök hafa skapast þennan útflutning og má segja að þau kristallist í þessari mynd þar sem verið að landa fiski til vinnslu í plássinu á sama tíma og gámaskipið siglir með hluta aflans á erlendan markað. Íslenskur fiskur gegnir mikilvægu hlutverki á ísfiskmörkuðunum í Bretlandi og Þýskalandi. Eftir útfærslu landhelgi Íslendinga í 200 mílur drógust fiskveiðar þessara þjóða saman og nú svo komið að 50% þess fisks sem boðin upp hér í Grímsby kemur frá Íslandi. 52, 46, 60, 62, that's 62, 62, 64, 66. Ísfiskmarkaðirnir eru ekki síður mikilvægir fyrir Íslendinga en markaðir fyrir unnar sjávarafurðir, enda hefur reynslan sýnt að leggja það rækt við sem fjölbreyttasta markaði fyrir íslenskan fisk. En eftir því sem framboði minnkar harðnar slagurinn því allir vilja tryggja sér sinn skerf úr gullkistunni. Þessi gullkista hefur þann kost umfram aðrar auðlindir jarðar að endurnýja sig sjálf án nokkurs tilkostnaðar. Endurnýjunin þó háð ýmsum skilyrðum. Hitastig sjávar, áta og hvernig tiltekst með klak hverju sinni eru mikilvæg skilyrði frá náttúrunnar hendi. En það þarf einnig að takmarka aðganga fiskistofnunum með skynsamlegri löggjöf. Tæknin í sjávarútvegi orðin svo fullkomin að þessir fiskar eiga sér vart undankomu leið ef henni beitt óheftri á þá. Til að takmarka sóknina í fiskistofnana hafi verið sett svonefnd kvótalög sem tryggja fiskiskipum ákveðnar veiðiheimildir. Skiptar skoðanir eru þessi lög og framkvæmd fiskveiðistjórnunarinnar og það skiljanlegt þegar tekist á jafn mikla hagsmuni og felast í úthlutun veiðiheimilda. Þar sem breki getur ekki verið að veiðum nema hluta ársins vegna fyrirhugaðra breytinga á skipinu keppst við að ná inn sem mestu á kvótanum áður en að því kemur.
lokafla eins og hér reynir mikið á öll tæki togarans. Eitt færibandana er nú farið að gefa sig og aðgerðin gengur því hægar en ella. Sævari skipstjóra er ljóst að það verður að grípa til einhverja ráðstafana til að hægt verða að ganga frá þessum mikla afla. Hann ákveður að hringja í útgerðarmanninn og óska eftir að fá sendan varahlut í færibandið, en á meðan reyna vélstjórarnir að halda bandinu gangandi. Já, ég reyni einhvern veginn að bjarga þessu og læti svo vita. Ok. Í þetta sinn var Hjörtur stálheppinn. Varahlutinn fann hann í Reykjavík og fékk hann sendan í flugi samdægurs. Það tók Sindra 8 tíma að komast á miðun. Í millitíðinni hafði vélstjórunum tekist að lappa upp á færibandið þannig að hægt var að ljúka við aðgerð í þetta sinn. Ef skip hefði ekki verið á leið á miðin eins og í þessu tilfelli, hefði útgerðarmaðurinn annarkvort sent varahlutin með hraðbát eða fengið flugvél til að fleygja honum í sjóinn í námunda við skipið. Þetta atvik færir mönnum heim sanninn það að gagngerar endurbætur á togaranum er orðnar tímabærar, enda styttist óðum í fyrirhugaða slipptöku í Póllandi. Vetrarvertíðinni er lokið. Bátaútgerðarmennirnir eru farnir að undirbúa sumarúthaldið. Tíminn á milli vertíða er jafnframt nýttur til nauðsynlegra viðgerða á skipunum. Sigurður Einarsson og garðarútgerðarstjóri hafa ákveðið að láta setja nýjan skrúfurhring á Suðurey. Jafnframt er skipið tekið í árlega botnhreinsun og tæringarvörnin endurnýjuð. Þar sem olíuleki hafði komið að skrúfuöxlinum, reyndist nauðsynlegt að öxuldraga Suðurey til að skipta fóðringar og þéttingar. Breki er einnig inni þennan dag. Sérfræðingar frá pólsku skipasmíðastöðin eru mættir á staðinn til að undirbúa komu togarans til Póllands. Skipasmíðastöðin vill seinka slipptöku togarans, en Hjörtur reynir að pressa það í gegn að staðið verði við umsamið tíma. Á sama tíma og stórútgerðarmennirnir standa í þessu brasi eru trillukallarnir vaknaði til lífsins og farnir að snutta í kringum trillurnar sínar. Á sumrin fara margir af minni bátunum á humarveiðar. Nokkrir af stærri bátunum skipta yfir á dragnót, sumir fara norður á rækju, en flestir netabátarnir skipta yfir á troll. Þessi fjölbreytti veiðiskapur bátana eykur möguleikana á að nýta fiskimiðin sem best og stuðlar jafnframt að aukinni hagkvæmni í útgerðarrekstrinum. Það getur hins vegar verið púsluspil að skipuleggja þessar veiðar og áður en lagt er af stað þarf að fixa ýmislegt fleira en trollið. Það væri að tala um að er það ekki að skipta þarna 100 tónum að ís er það ekki og þá fengir þú bara samsvarandi að ufsa í þorskigildum á móti því og þá myndi þessi ísa sem ég fengi frá þér hún myndi koma yfir á Suðurey. Já, á hvaða bát vilt að ég setji þennan ufsa sem þú fær hjá mér? Suðurey er eitt þeirra báta sem skiptir yfir á troll. Tóklerarnir eru þegar komnir á sinn stað og trollið borð. Trolltúrarnir geta orðið alltaf 10 dagar eins og í klóðurunum og það er nauðsynlegt að taka með sér nægar vistir bæði fyrir sál og líkama. Kostinum er troðið í hvert krók og kima, meðal annars ofan í bekkina sem setið er á í messanum. Það verður ómögulega tóri, það verður ekki blámynd í hann. Ísinn er fenginn í ístöðinni
sem sameiginlegt fyrirtæki útgerðarmanna og fiskvinnslustöðva í plássinu. Ísstöðin afkastamikið fyrirtæki og afgreiðir hér 20 tonna ís borð í Suðurey á 3 korterum. Ísnum dælt úr stöðinni beint ofan í lestar skipsins og hægt að afgreiða 3 skip samtímis. Við brottför Suðureyjar útgerðarmaðurinn strax farinn að hugsa fyrir því hvernig best sé að ráðstafa væntanlegum afla. Það gerir hann meðal annars með því að vera í sem nánustum tengslum við fiskkaupendur, bæði hér heima og erlendis. Þetta hjá Pétri Björnssoni? Hann við? Pétur, þetta Sigurður blessaður. Suðureyjar var að fara út núna áðan. Ég ætla svona að forvitnast hjá þér hvernig þetta lít út á markaðnum hjá þér. Eftir að Sigurður hefur kannað málin hefur hann samband við Suðurey og gerir grein fyrir þeirri niðurstöðu sinni að skynsamlegast sé að setja hluta af aflanum í gám. Suðurey nú ekki lengur netabátur heldur trollbátur og í raun komin í gerfi lítil skuttógar, með einni undantekningu þó. Trollið að vísu tekið inn skutin, en trollbókin tekin inn á hliðinni eins og gert var á gömlum síðutógunum. Á togslóð bátana fyrir Suðurlandi aflinn oft mjög blandaður, andstætt netaflanum sem var að mestu þorskur á ákveðinni stærð. Trollbátarnir toga á mun grynnri togslóð en togararnir. Vegna smæðar sinnar þeir viðkvæmari fyrir straumi og brælum og þess vegna getur fiskiríð oft verið tregt. Á sumrin mega bátarnir sem að veiðum við suðurströndina toga upp að 4 mílna mörkunum en togararnir verða að halda sig fyrir utan 12 mínútnar. Leið og trollið farið gert af aflanum úr síðasta hali sem samavinnufyrirkomulag og borð í togurunum. Takmarkaðar veiðiheimildir og auknir möguleikar á ráðstöfun aflans verða til þess að hver fiskur sem kemur borð dýrmætur og allir leggjast á eitt við að koma með sem best hráefni að landi. Hlutur áhafnarinnar eykst við það að flokka fiskinn eftir stærð og tegund. Á trollinu togað allan sólarhringinn og híft á 4 tíma fresti. Fækkað hefur verið í áhöfninni niður í 7 menn, þannig að ekki unnið á vöktum. Menn einfaldlega á vakt allan sólarhringinn og fá sér kríu eftir því sem fiskiríi leyfir. Þegar mikið veiðist hafa menn í einstaka tilfellum lent í rúmlega 3 sólarhringa stanslausri törn. Þar sem svona fáir á, tekur kokkurinn einnig þátt í aðgerðinni auk þess að sinna sínum venjubundnu störfum. Erfið vinna og langar tarnir hafa ávallt verið hlutskipti íslenskra sjómannastéttar. Með tilkomu fullkomnari veiðiskipa var vinnan léttari, en á móti kom að sjómönnum fækkaði og aflinn jókst. Íslenskir sjómenn nú 5% starfandi manna á landinu, en aflar hráefnis sem skapar helming af gjaldeyristekjum þjóðarbúsins. Álitið að íslensk sjómannastétt sé svo afkastamesta í heimi. Á meðan strákarnir á Suðurey stunda veiðarnar fyrir Suðurlandi flestir úr áhöfn breka í fríi. Í borginni Stettin í Póllandi skipasmíðastöðin Gryfja og hér breki í 2 hlutum. Vélstjórarnir hafa fylgst með framkvæmdunum og fulltrúar útgerðarinnar á staðnum. Skipið verður lengt 8 metra sem eykur lestarrýmið 100 tonn. Spilin verða yfirfarin, trolldekkið endurnýjað og byggt yfir það. Einnig verður sett perustefnu á skipið.
En þessar viðamiklu breytingar ganga hægar en áætlað var í fyrstu og nú lítur út fyrir að togarinn verði ekki afhentur á réttum tíma. Delay of breaking, and that's for sure. I cannot accept this delay. You have to tell Mr. Piatkowski to have another board meeting and make new time schedule. I will be there next Monday, and you have to be ready with new plan then. You have a lot of people and you can put much more on board. Þegar líður á vinnuna verður skipasmíðastöðin að fara að ósk útgerðarmannsins og fjölga starfsmönnum úr 50 manns í 150. En þegar mikið þarf að gera á stuttum tíma líður tíminn hratt. Áður en varir komið haust. Það verður seinkun á heimkomu togarans, en í bátaútgerðinni fara menn að búa sig undir eitt úthaldið enn, síldveiðarnar. Sigurður er búinn að sækja leyfi til síldveiða og hefur fengið útdeilt síldarkvóta á 3 báta. Aðeins 2 bátar munu veiða þennan kvóta og Suðurey, sem er annar þeirra, fær í þetta sinn lengri og dýpri nót en áður. Nótaverkstæðið er gífurlega stórt en það veitir ekki af fyrir síldar- og loðnunæturnar sem eru stærstu veiðarfæri flotans. Þessi síldarnót er 220 sinnum 70 faðmar eða 50.000 fermetrar og verðið er svona á við meðal íbúð á höfuðborgarsvæðinu. Þegar tekið er á móti jafn stóru og vandmeðförnu veiðarfæri og síldarnót er mikilvægt að skoða nótina mjög nákvæmlega leið og hún kemur borð. Nótaveiðar eru vandasamar og jafnvel þótt öll tæki sig í topplagi lenda menn gjarnan í einhverju brasi í fyrstu kostunum. Þar sem hér að ræða nót sem þeir Suðureyjar menn hafa ekki verið með áður er þessi athugun enn mikilvægari en ella. Sigurður skipstjóri þarf einnig að huga að því að ráða aukinn mannskap því á síldinni fjölgar aftur í áhöfn skipsins úr 7 í 10. Allt í fína, séðu. Mannaráðningar eru mikilvægur þáttur í útgerðinni og því hafa skipstjóri og útgerðarmaður oft samráð sín á milli þegar ráðnir eru nýjir menn. Á meðal nýrra skipverja í þetta sinn eru 2 kartöflubændur úr Þykkvabænum sem hafa nýlokið við haustverkin. Líkt og undanfarin ár heldur síldin sig aðalega fyrir austan svo það er sólarhrings stím á miðin. Er þetta einanlega við þér? Já. Hefur alveg sloppið að þetta við bryggjum? Í þetta sinn er síldveiðiflotinn inni á Reyðarfirði þar sem síldin hefur verið að gefa sig til upp við landsteina. Bátarnir eiga í miklum erfiðleikum með að athafna sig því hættir við að síldarnótin rifni ef hún snertir brattan botninn. Leið eiga skipstjórarnir fullt í fangi með að forða bátunum frá því að taka niðri eða stranda. Það eykur á spennuna að síldarvertíðin stendur yfirleitt stutt svo mönnum gefst lítill tími til að þjálfa sig í þessum veiðiskap. Þar að auki hefur síldin ætíð verið duttungafull og oftast gefur hún ekki færi á sér fyrir en komið fram í myrkur. Ofan á allt þetta bætist að síldin er ljósfælin og með að verið að kasta og snurpa eru öll ljós slökkt og menn vinna með vasaljós í annarri hendi.
komið mýrinni! Það komið mýrinni! Ég hífa síðan, það er bara aftur! Eitthvað hefur farið úrskeiðis. Það kemur í ljós að nótin hefur flækst í kastinu og rifnað. Ástandið reyndist vera öllu alvarlegra en útlit var fyrir í fyrstu. Nótin hefur rifnað illa og ekki er annarra kosta völ en að leggjast að bryggju og draga nótina á land. Kalla þar út viðgerðarmenn frá næsta firði og framundan er talsverður saumaskapur. Á meðan síldarútgerðin á í þessu brasi fyrir austan hefur dregið til tíðinda í heimahöfn Suðureyjar. Breki er kominn heim frá Póllandi nýskveraður. Breki sem upphaflega var smíðaður sem fjölveiðiskip á Akureyri er nú orðinn fullgildur 600 tonna togari. Það er því létt yfir útgerðarmanninum þótt í fylgi talsverðar áhyggjur að senda skip í fyrsta sinn á veiðar eftir jafn viðamiklar breytingar og gerðar hafa verið á Breka. Þegar skipið var lengt var einfaldlega skorið á allar leiðslur og röralagnir og það er spurning hvort tekist hafi að tengja allt rétt saman aftur. Við því fæst ekki svar fyrir ná reynir út á sjó. Með breyttu fyrirkomulagi í lestinni er Breki einn af fyrstu togurum flotans til að taka í notkun kör í stað fiskkassa. Brottför hefur verið boðuð á miðnætti. Á meðan Breki var í Póllandi hafa flestir úr áhöfn skipsins verið í landi. Þetta var kærkomin hvíld en margir voru orðnir óþreyjufullir eftir því að komast á sjóinn aftur. Þegar útgerðarmaðurinn leysir landfestar í þetta sinn er honum efst í huga að allar breytingar sem gerðar hafa verið á skipinu reynist vel og að ekkert óvænt komi upp á. Það er ekki alveg ljóst hvert verður haldið í þessari fyrstu veiðiferð Breka en líklega verður stefnan sett á Halamið út af Vestfjörðum. Fyrir austan eru þeir enn að fá síldina inn á Reyðarfirði. Nótin er nú aftur komin borð í Suðurey. Yfir 700 milljónum króna sem við vorum þess árs. Við vil ekki frá sig. Skorrið! Annar í kringilöst. Þetta er svona til þess. Upp og svo hæga þau byrja vatnan. Það er að fara frá vatninu þegar það er að koma. Þetta frekar aftan fyrst. Nei. Það sem heillar við síldveiðarnar er að annarkvort heppnast kastið eða ekki. Stundum fá menn stóra vinninginn og fylla bátinn í einu kasti. Það er alltaf mikið líf í kringum síldina því það eru margir sem hafa áhuga á silfri hafsins.
Það er farið að birta af degi og síldin virðist vera horfin. Líklega verður ekki hægt að kasta aftur fyrir inn í birtuskílunum í kvöld. Þennan dag eru flestir togaranna á halamiðum þar sem þorskurinn gefur sig til við ísröndina og hefur breki nú bæst í hópinn. Eftir breytingarnar er breki orðin betra sjóskip en áður. Gangkraði skipsins hefur aukist án aukinnar olíueyðslu og ræður þar mestu lengingin og perustefnið. Sett voru ný hjálparspil í togarann og togspilin yfirfarin. Eftir endurbæturnar eru spilin öflugri og því gengur fljótar að hífa. Þó að aðalvélin hafi verið endurnýjuð í fyrra er nóg að gera hjá vélstjórunum í daglegu viðhaldi en aðstaða er borð til að gera við allar minniháttar bílaleg. Þeir reynir mjög á hæfni vélstjórans enda ekki hlaupið í land eftir hjálp að fjarlægu miðum. Með breytingunum á breka batnaði vinnuaðstaða á dekki þar sem öll vinna við trollið fer fram. Netabætingar eru hluti af starfi togarasjómanna. Sagt er að það geti tekið sjómenn alltaf 2 árum að ná góðum tökum á þessu starfi. Þeir teljast ekki fullgildir togarasjómenn fyrir þeir geta fixað heilu trollin. Þessi vinna fer fram á öllum tímum sólarhrings í hvaða veðri sem er. Einn togari er þannig lokaður heimur sem er sjálfum sér nógur flesta hluti. Einstaka sinnum getur samt orðið gestkvæmt borð. Múkkinn hefur blindast af ljósunum í snjókomunni áðan og verður ófleygur þegar hann sér ekki sjóinn. Það kynni að flögra að kokknum eitt augnablik að drýja kostina. En þó að nýtni sé eitt af aðalsmerkjum góðs kokks, lætur hann nýtnina aldrei koma niður á gæðunum. Það er hlutverk kokksins að sjá til þess að mönnum líði sem best borð hvað sem á gengur. Hann kappkostar því að hafa aðeins úrvalsmat á boðstólum sem er lykilatriði til að halda uppi góðum anda borð. Þegar veiðarnar ganga illa eins og nú, reynir sérstaklega á kokkinn. Hann þarf að sjá til þess að fiskleysið hlaupi ekki skapmanna því þá getur allt farið úrskeiðis. Vegna ördeyðunar að undanförnu hefur kallinn ákveðið að skipta yfir á flottroll strax eftir matinn. Miklar endurbætur hafa verið gerðar á fyrirkomulagi veiðarfæra borð. Nýr krani er notaður við skiptinguna yfir í flottroll. Þetta er talsvert bras, enda er þetta veiðarfæri ekki í daglegri notkun. Flottroll heitir öðru nafni miðsjávartroll. Hægt er að stjórna á hvaða dýpi það er togað og er það að því leyti frábrugði bottrolli auk þess að það er margfalt stærra. Fréttir hafa borist að því að nokkrir togarar hafi fengið feikna góðhöl í flotið. Slíkar fregnir skapa eftirvæntingu í líkingu við þá sem fylgir síldveiðunum. Fyrir austan er síldveiðitúrnum að ljúka. Suðurey hefur verið boðið að fá gefins síld úr öðrum bát sem þegar hefur fyllt sig en er ennþá með talsverða síld í nótinni. Þessi gjöf kemur á heppilegum tíma fyrir Suðurey sem nú verður að ljúka túrnum þar sem síldin hefur takmarkað geymsluþol. Þetta hefur verið erfiður 4 daga túr. Framundan er sólarhringsstím til heimahafnar. En stoppið verður stutt því aftur verður siglt á miðin leið og löndun er lokið. Já, blessaðar. Það er allt svona sæmilegt og rétt. Við erum að leggja á stað hérna. Heimleiðis. 200 tonn. Það er svona gerfurfulla bát. Hvernig síld er þetta?
Garðar útgerðarstjóri í daglegu sambandi við bátana og fylgist með gangi veiðanna, enda þarf hann að skipuleggja móttöku síldarinnar áður en bátarnir koma að landi. Útgerðarmaðurinn undir talsverðu álagi á síldarvertíðinni vegna þess hve vertíðin stendur stutt yfir. Síldveiði leyfið rennur út 15. desember og þegar nær dregur jólum allra veðra von. Sigurður að venju kominn niður á bryggju, en í þetta sinn hann ekki einn á ferð. Sonur hans hefur slegist með í för og hann virðist ekki hafa minni áhuga á þessu starfi en faðirinn. Auk þess virðist strákur hafa alla burði til að geta orðið liðtækur útgerðarmaður. Umræðan í brúnni snýst að þessu sinni síldarnótina og brasið fyrir austan. Menn telja líklegt að nótin hafi flækst í veltingnum á leiðinu austur og því sé óþarfi að skipta nót. Síldin hefur mikla þýðingu fyrir bátaútgerðina á haustin. Hún fyllir upp í tómarúm sem annars myndi skapast hjá bátunum og lokar leið ársring bátaútgerðarinnar. Síldin ýmist söltuð eða fryst. Afli Suðureyjar fer að þessu sinni í flökun og frystingu. Á sama tíma og vinnan snýst að hluta til síld í frystihúsunum hagkvæmt fyrir togarútgerðina að láta togara sína sigla með aflann á markaði erlendis. Það komið fram undir jól. Breki hefur verið á ufsa og karfa fyrir Suður- og Austurlandi en brælan hefur áhrif á gang veiðanna. Útgerðin hefur fengið úthlutað söludegi fyrir Breka í Bremerhaven 20. desember. Veiðunum ekki lokið og skipstjórinn undir þeirri pressu að veiða sem mest á þeim stutta tíma sem hann hefur til stefnu. Ný og endurbætt tæki leysa skipstjóran ekki af hólmi né koma í stað þeirrar þekkingar sem hann hefur aflað sér á löngum ferli. Allt í kringum hann aðrir togarar og aðrir skipstjórar með sömu vandamál. Í þessu svartnætti skapar það sérstaka samkennd og nálægð að hlusta á spjallið í talstöðinni. En þetta líka gagnlegur fréttamiðill fyrir þá sem kunna að lesa úr hálfsögðum setningum og blæbrigðum í frásögn. Það komið að síðasta hali. Sævar hefur verið að dýfa trollinu á þorskslóð til að blanda aflann í lok veiðiferðarinnar. Það getur oft verið gott að koma með lítið magn af öðrum fisktegundum en þeim sem markaðurinn sækist aðalega eftir. Þessi fiskur getur selst fyrir mjög hátt verð þegar hann veiddur í lok veiðiferðar og kemur svo til glænýr inn á markaðinn. Útgerðin væntir sér góðs af þessum fyrsta sölutúr Breka eftir skveringuna. Hjörtur var svo heppinn að fá úthlutað góðum söludegi en það hagkvæmt. Við lok veiðitúrs því vitað nákvæmlega hversu mörg kör í lestinni af hverri tegund. Þessar upplýsingar þurfa að berast til þeirra sem veita heimild fyrir sölunni og til útgerðarinnar sem sendir þær til umboðsmannsins í Bremerhaven. Olía líka, það voru talað 130 tonn. Það voru
hefur samband bara við það hann úti. Framundan er 3 sólarhringa sigling til Bremerhaven í Þýskalandi. Og við bara að heilsa þér. Þakka þér fyrir. Í Bremerhaven er eitt stærsti ísfiskmarkaður á meginlandi Evrópu. Á undanförnum árum hefur rúmlega helmingur af öllum ísfiski á Þýskalandsmarkaði komið frá Íslandi og hefur hlutur Íslendinga farið vaxandi. Langt árabil hefur Ludvig Jansen verið umboðsmaður hér fyrir marga íslenska útgerðarmenn. Hann gætir hagsmunaútgerðarinnar gagnvart markaðinum og sér að panta rekstrarvörur fyrir skipin. Eitt fyrsta verkefni umboðsmaðsins er að hafa til reiðu nauðsynlegan gjaldeyri handa áhöfn breka sem engan tíma má missa í landi þann stutta tíma sem stoppað er. 6, 7. Íslendingurinn Magnús Björgvinsson skipamiðlari rekur einnig umfangsmikla þjónustu við íslensku skipin í Bremerhaven. Hann aðstoðar skipshafnirnar og útgerðir skipana við margvísleg innkaup og rettingar. Það tekur löndunargengið heldur lengri tíma en venjulega að landa 180 tonnum úr breka vegna þess að móttaka á fiski í körum er nýjung hér. Á meðan verið er að landa hefur skipshöfnin tíma til að skjótast í verslanir til að gera jólainnkaup. Hér lenda menn auðveldlega í vanda sem getur reynst mun erfiðari viðfangs en að taka inn troll eða bæta illa rifið net. Á aðvendunni er mikið líf og fjör enda ein mesta markaðshátíð ársins. Þetta er jafnframt tími föstunar og því er mikið keypt af fiski. Þegar strákarnir á breka hafa lokið við að versla eiga þeir kvöldið fyrir sig. Ludvig Jansen umboðsmaður hefur þann sið að bjóða yfirmönnum skipsins út að borða þetta kvöld. Auk þeirra eru hér í boði Jansens, Magnús skipamiðlari og Sebastian sölumaður á markaðnum. Þó að mér geti slappað af yfir góðum veitingum þetta kvöld er hugur skipstjórans bundinn við uppboðið morgunin eftir. Jochen Jansen, framkvæmdastjóri markaðarins, er mættur til að fylgjast með uppboðinu en mikill áhugi er hér á að efla viðskipti við Íslendinga. Þó að uppboðið byrji klukkan 7 að morgni eru alltaf einhverjir úr skipshöfninni mættir á staðnum. Sævar skipstjóri fylgist af áhuga með verðunum og smám saman fær hann yfirsýn yfir gangu uppboðsins. Uppboðið gengur hratt fyrir sig og er sölunni lokið á innan við klukkustund. Undanfarin ár hefur útflutningsverðmæti ísfisks verið 13% af heildarútflutningi íslenskra sjávarafurða. Yes, Jansen speaking. Fish market in Bremerhaven. Good morning, sir. Á skrifstofu Jansens, framkvæmdastjóra markaðarins, er farið yfir söluna og útgerðarmanninum heim á Íslandi fær tíðindin. Please hold on. The price for coffee was on average, I think, 86 krónas. Strax að loknu uppboðinu er stór hluti aflans flakaður og ráðflettur áður en hann fer í dreifingu. Fiskinum er dreift eftir ýmsum leiðum. Eigendur svonefndra fisksölubíla setja sig aldrei úr færi að komast yfir íslenskan fisk sem þeir selja allt norðanvert Þýskaland. Fiskurinn sem fer til fjarlægustu staðana er fluttur í kældum flutningavögnum á ákvörðunarstað. Fyrstu lestirnar leggja af stað suður á bóginn upp úr hádeginu og það tekur nóttina að koma síðustu vögnunum á leiðarenda.
morgunin eftir verður íslenski fiskurinn kominn í verslanir vítt og breitt í borgum Suður-Þýskalands, Austurríkis og Sviss. Ísland er þannig eins konar verstöð fyrir þjóðir heimsins, sjálfstætt útver í norðanverðu Atlantshafi þar sem fiskur er dreginn úr sjó og fluttur ýmist ferskur eða unnin til hátt í 50 landa í öllum heimsálfum. Á jólaveisluborði margra þjóða eru fiskréttir ómissandi hluti hátíðarhaldanna. Undanfarnar vikur og mánuði hafa fiskvinnslustöðvarnar keppst við að láta verka síld og saltfisk til að mæta þessari hefð. En nú eru sjómennirnir komnir í jólafrí og fiskvinnslufólki líka. Við leggjum frá okkur amboð hversdagsins og höldum hátíð í faðmi fjölskyldunar. Það er athyglisvert hve fiskur hafði mikla þýðingu fyrir fyrstu söfnuði kristinna manna. Upphafstafir orðana Jesús Kristur, sonur Guðs, mynda orðið fiskur, enda var fiskur notaður sem leynimerki ofsóttra söfnuða í Róm. Fyrr á öldum var fiskur tekin upp í skjaldarmerki Íslands og nú á tímum er hann stór þáttur í ímynd Íslendinga og einn helsti örlagavaldur þjóðarinnar. Íslendingar eru friðelskandi fiskveiðiþjóð sem hefur enn ekki lært að bera vopn en hefur sérhæft sig í matvælaframleiðslu fyrir þjóðir heims. Þeir hafa þá sérstöðu að efnahagur þeirra grundvallast að langstærstum hluta á fiski. Þetta hefur mörgum erlendum þjóðum og samtökum reynst örðugt að skilja. Þessi sérstaða þjóðarinnar hefur leitt til þess að Íslendingar hafa orðið að heyja mikla baráttu á þessari öld fyrir því að geta ráðið einir yfir fiskimiðum sínum. Þeir hafa byggt upp fiskiskipastól sinn með miklum kostnaði til að geta hagnýtt sér mikilvægustu auðlind þjóðarinnar. Á meðan sjávarútvegur er undirstöðu atvinnugrein á Íslandi er það lífspursmál fyrir Íslendinga að tryggja viðgang þessar atvinnugreinar. Þá er mikilvægt að þeir sem eiga að erfa landið haldi merki fisksins á lofti og þar með allri þeirri uppbyggingu sem orðið hefur eftir að sjávarútvegurinn leysti krafta þjóðarinnar og læringi í byrjun þessarar aldar. Lokið er einum ársring í útgerð á Íslandi. En ekkert stöðvar tímans straum og á þeim umbrotatímum sem nú eru í íslenskum sjávarútvegi má telja víst að næstu ár muni skapa breytta mynd af útgerðarháttum þjóðarinnar.